Við ætlum að halda áfram umræðu geðið. Dag ætlum við að líta til fordóma. Það eru gerðar kannanir, samanburðarkannanir sem að mæla viðhorf Íslendinga til geðsjúkdóma. Og kannski tengist umræðan sem við ætlum að eiga hérna eftir einhverju leyti fíkn, en hann kominn til mín, hann Grímur Atlason hjá Geðhjálp. Vertu velkominn. Takk hérlega. Ég rak augun í það að það var viðburður hjá ykkur í síðustu viku þar sem þið voruð að kynna niðurstöður. Ég sá mér ekki fært að mæta, þannig mér datt ég að kalla þig til og athuga hvort þú getur sagt okkur fréttir. Þið eru sem að mæla, þið hafa mælt fordóma gagnvart geðsjúkdómum og það einhver hreyfing á hvað 2 ára bili. Já, þetta sem sagt rannsókn, það var gerð rannsókn árið 2006, alþjóðleg rannsókn sem að fyrir Íslands hönd að þá var Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við háskólan, hún tók þátt í henni hér á Íslandi við Jón Gunnar Bergburg og þar voru mældir fordóma gagnvart meðal annars geðklofa og þunglindi og öðrum hlutum. Og fyrir 3 árum að það ákváðu við hjá Geðhjálp að leita til Sigrúnar og kanna hvort að félagsvísindasvið geti komið að þessu að endurtaka með einhverjum hætti. Könnunin eða rannsóknin sem var gerð, hún var mjög viðamikil og dýr á sínu tíma, það var farið til fólks, það var spurt með viðtölum. Við höfum nú ekki ráð á því, þannig að við fórum netleiðina, en að samanskapi að þá oft gott að mæla það þannig, því að þegar fólk ekki, þegar ég sit og tala við þig, að þá ekki víst að þú segir mér alveg að þú sért á móti fólki með rautt hár sem að ég finnst það óþægilegt eða eitthvað skilur. Þannig að allavega við gerðum þetta svona vinnjéttur, þannig að það eru lýsingar og það voru lýsingar á, við reyndum að endurtaka það sem var gert þarna 2006 með smá uppfærslum og sáum þá ákveðna hreyfingu, það hefði margt lagast og sérstaklega kannski svona léttari afbrigði eins og maður kannski má sjá að við erum nú fann að tala mikið þunglind og kvíða eins og samfélagi og það ekki orðið tiltökumála endilega að segja frá því. En það var ennþá svona, voru verulegi fordómar gagnvart og svona fólki með þyngri vanda. Við endurtókum síðan þessa könnun núna og við bættum þar svolítið, tókum svona fíkni þætti inn og afbrota þættina betur inn og við höfum verið með viðburði, byrjuðum á viðburð þar sem við töluðum geðklofa og þunglindi, þar sem að kom í ljós á milli þessara 2 ára og það í rauninni, við telum að það í fyrsta skipti sem það mælist í rauninni bara í könnunum á, held ég bara í heiminum, einhvers konar breyting, aðeins, það betri og betri afstæðan gagnvart fólki með geðklofa lýsingu, geðklofa greiningu, þetta eru svona út frá greiningaviðmiðum sem við kannski á Geðhjálp erum ekkert endilega hrifin af, en það minnstu kosti þetta lýsingin og það þýðir ekki að fordómatis ekki vrendi, það bara aðeins minni. Ertu með einhverja skýringu á því? Við þetta kannski teljum að það búið að vera mikil umræða geðheilbrigðismál. Við hjá Geðhjálp höfum verið mjög undanfarin ár og í rauninni dálítið langan tíma höfum við talað mikið við farið landið og það hefur verið mikið fjölmiðlun, þetta verið fólk hér í viðtölum og gegnum tíðina og þetta held ég að skilja af því að það að tala hluti og reyna að sjá hluti og sjá til dæmis einu sinni þegar einhver sagði ég með eða maður fór til læknisins og hann, þú ert geðklofa sjúklingur, þú ert með greiningu hérna og þá var það bara svona dauðadómur. Því að þá geðlyfin voru mjög sterk og fólk einhvern veginn, það leit bara svo á og þá þetta bara búið. Þetta bara, líf mitt en nú bara fullt af fólki með geðklofagreiningar sem hefur rauninni bara lifir mjög eðlilegu lífi og og jafnvel bara og bara í háum góðum stöðum og alls konar af því þetta ekkert einsleitt og það ekki svarið ekki bara einhvern veginn allt eins og eitthvað bara þú ert svona stereotypiskur eitthvað. Sýnir könnunin kannski líka minni ótta, minni órökstudda hræðslu við að geðveikir séu hættulegir? Já og nei, það samt ennþá svo lítið þetta með óttan og þetta og sérstaklega þegar eitthvað verður
meira og þar held ég að fjölmiðlar beri svolítið ábyrgð og líka svona kannski afþrenga miðlar við sjáum stereotypuna þú veist, jókerinn eða ráðherran eða þú veist, englar alheimsins típurnar þar einhvern veginn, þetta er svo ekstrem og svo þegar gerist eitthvað í heiminum það er nú alltaf verið að sprengja fólk í loft upp út allan heim og það er verið að berja fólk og það er bara talsvert ofbeldi víða en ef einhver skildi vera með einhvers konar geðgreiningu þá er það mjög gjarnan kemur það fram í fréttum og þá hlustuð þá er einhvern veginn auðvitað, það er hættulegt en á móti þegar rannsóknir sýna að þeir sem eru greindir með einhvers konar geðvanda þeir eru kannski það er örlítil aukning á ofbeldi hjá kannski einhverjum hópi og þá er spurning hvers vegna og þá getur það ekki verið líka út á jaðarsetningu, það er enginn sem kannar það, þú ert einn og þú ert alltaf lengur út í horn það er bara viðbragði en sko það er ofbeldi mælist ekkert meira hjá þessum einstaklingum heldur en þessum sem eru eiga að vera venjulegir hins vegar eru þessir einstaklingar 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi heldur en þessi venjulegi þetta eru svona þetta eru umhverfisrefni það eimi kannski lúmst eitthvað eftir af fordómum fordómar eru þó að það hefur dreigið úr fordómum þá eru þeir stækir og það sem vorum að gera í síðustu viku var fíknin og að sína niðurstöður og þar eru verulegir, þar eru reyna bara svona mestu fordómandir Gagnvart fíkninni? Já, fólk og bara sko það er svona, þú veist, og það er svona mörgu, þú veist, þetta er svona stigmagnast eftir þetta sem er svona nærðér eða, þú veist, giftast inn í fjölskyldu, sjá börn, vinna með þér og þá er það sko, það eru til dæmis eins og grasneysla, hún skora jafnvel hærra heldur en heroín stundum, sem skorar hærra já, í fordómum, sko, þú veist, og gagnvart einhverju svona fyrirfram og áfengi er svona kannski aðeins fyrir neðan en oft er áfengi og gras á svipuðum slóðum og þetta er svona umhugsunarefni og hvers vegna og hvað það er en það er sá sem lendir í vanda vegna einu áfengisneyslu hann veit það að borgarar samfélagsins líta hans vanda ólíkum augum og við erum satt, þú veist, eins og þetta við erum búin að sjúkdómsgera, þú veist, fíknar sjúkdómur og hérna mikið skeðsjúkdómar, en við erum samt ennþá í því að nú er ég með krabbamein, segjum við það, ekki það ég sé með krabbamein, en þá er einhvern veginn sympatían mjög mikil en alkohólismi minn, hann er sérstaklega ef ég virkur alkohólisti, sem ætti þá að ég samkvæmt ef það er einkennið að nota eitthvað, að þá kemur upp, þú einhvern veginn svona kemur upp í mann, þú veist, heyrðu, við þurfum að hrista þetta úr þér, eða skilur, þú eru að hættu þessari vitleysu. Og það er eins með ýmsa svona geðvanda, þú veist, hættuðu nú þessu, farðu nú á fætur og hreyfðu þig og eitthvað svona. En samt sem að þetta skilgreint að læknisfræðin, og það er líka, kemur líka fram að í svona heilbrigðiskerfin, innan heilbrigðiskerfin sem eru tölverið fordómar gagvart því sem að þá ætti nú það kerfið að vita mest um það ef þetta er sjúkdómur þá ættu við kannski að fara með það eins og sjúkdóm að það sé stutt í þá hugsun hjá sumum að sá sem verður fíknabráð að þróa með sér fíkn eða bara fæðist fíkill eða hvernig við erum að tala um þetta að það sé stutt í þá hugsun að hann gæti betur, þetta sé einhver aumingjaskapur, það skorti sjálfstjórn, það skorti aga er það ekki? Jú, það er mjög stutt í það og það er auðvitað verið og þú svona bati, menn fljótið samt, þú veist, þegar kemur bati veist, og þá dregur úr, það er jákvætt að þó svona, að það er líka trú að það er hægt að og það er, sko, við þurfum ekkert að fara að stilla þetta saman við þurfum að fara að gefa fólki pláss og líka átt okkur á því, eins og ég var að segja með jaðarsetninguna að, þú veist, þetta er mismunun og þú veist, það er svona, þegar við jaðarsetjum fólk og ítum út í horn þá eykst vandinn, það er alveg ljóst og það er það sem við þurfum að ná að breyta í hausnum á okkur að fjölbreytileiki mannflórunar
að reyna átt okkur á að það mikilvægt og það líka mikilvægt að sýna fólki mildi og skilning fremur en sýna því óþolumæði og hroka eða fjandskap því að það einhvern veginn og það hefur verið svolítið svona það hefur svolítið verið í rauninni kannski stemmingin mjög lengi gagvart mörgum af þessum hvað við að segja einkennum sem að fólk sýnir í samfélaginu og bara við alls konar aðstæður í fjölskyldum. Það sem líka bara flókið við þetta, ekki satt, að sko í sumum tilvikum að ræða eitthvað ástand í heilanum ekki satt? Jú, Í öðrum tilvikum þetta áfalla eða uppeldis eða félagslegt eða einhvern veginn svona meira umhverfislegt og okkur kannski hættir sumum til þess að reyna að skella þessu öllu undir einn hatt en þetta eru nokkrir hattar, ekki satt? Jú, og kannski vandi okkar að það varð mikil svona líffræðileg bylgja það búið að vera lengi það svona skilgreiningin á alkohólisma og sem sjúkdóm og eins með geðvanda hann svona, þú veist, það var þú veist ef þú foreldræðinir eru með eitthvað geðsjúkdóma þá eru gríðarlega líkur á því að þú verðir því að bráð líka síðan núna komna rannsóknir sem fyrirtæki, þessi gena fyrirtæki sem voru að rannsaka þetta í byrjun og svona þau komu með þessar, þetta var svona leit þannig út en nú eftir að hlutinir eruðu betri og þú getur aðeins svona skoðað samsetninguna í okkur og DNA og allt þetta betur og genin að þá kemur í ljós að þetta miklu minni áhætta heldur en áður var sagt. Erfðirnar. Já. Og þá það spurning þessi utanakomandi áhrif sem að við höfum svolítið haldið fyrir utan því að þessi vísindahyggja og hún hefur verið svo sterk í því að þetta sé einhvers konar efnaskipta ruglingur allt saman að það að koma miklu meiri ljós og betur ljós að umhverfisþættir spila miklu stærri rullu heldur en áður var talið og þú veist, þú veist, hvað kom undan hænan eða ekki, þegar ég beiti einhvern ofbeldi, hvað kom undan hænan eða ekki, var það geðvandi minn, eða eins og ég var að segja, það búið að vera þannig í 10 eða 15 ár, að ég hérna bara til hliðarsettur, þú veist, ég kannski að nota geðlyf sem valda því að ég fitna, ég þvoglumæltur og alls konar hlutir sem gera það verkum að mér svona, þú veist, ég kemst ekki á date. Þú veist, mér ekki boðið í bíó. Gömlu viniti mínir sem voru með mér í grunnskóla eitthvað, þeir eru löngu hættir að tala við mig. Já, segi ekki svona hæ út á götu. Nei, og svona staða, hún getur haft erfið og vond áhrif á bara alla og öll og þess vegna, þú veist, og það þetta sem við þurfum að fara að hugsa meira og þetta við hugsa þetta miklu fyrr, ekki bara þegar við erum komin á þann stað að við erum búin að nota geðlyf í 20 ár og erum í miklu vanda, heldur að skoða bara hvernig var þetta á meðgöngu bara eins og rannsóknir sína eins og Sigrún Sigurðardóttir sagði hér í viðtali við þig þú veist, áfalla mengið það stór hluti af vanda mjög margara sem að kljást við ýmislegt á fullorðinsárum. Já, þetta rosalega spennandi umræðefni og flókið en maður finnur samt sko að því þú minnst á Sigrúnu hún sagði að það væri mikil stemning, það væri svona opnun fyrir þessum tabúum auðvitað hafa þetta verið tabú ég meina, það ekki? Jú. Það svona ég ætla að spyrja aðeins betur út í könnunina þunglind og fleiri en áður við fyrir þanga þá það eitthvað gott að gerast Já, og það miklu meira að tala hluti. Við þurfum bara að passa okkur samt að þetta verði ekki þannig að við sjúkdómsgerum allt. Það hinn hættan. Hins vegar áfallasvarið kannski ekki þar. Áfallasvarið miklu meira umhverfisstarf að skoða umhverfisþætti og hvernig við komum í veg fyrir. Að börn verði fyrir einhverju, fullorðið fólk verði fyrir einhverju. Þetta ekki hægt að koma við göngum í einu lífi. Það alltaf áfall. Þannig það bara. Við verðum öll fyrir áföllum en það þessi ítrykkuðu sérstaklega þú veist sem að tengjast öllu því sem við erum að tala þú veist, æska það sem drykkja, neysla alls konar svo kynferðisofbeldi og slíkt sem að fólk verður fyrir að við þurfum að
en samt að hugsa það að gefa ekki bara sviðið eftir einhverjum svona lyfjafyrirtækjum og öðrum sem að segja, þú veist, eru íta undir það og þú veist, er ég kvíðinn? Já, þú ert kvíðinn, einhvern veginn. Þú veist, og þú veist, einhvern veginn þú veist, það er svo mikið svarið aldrei sko að vinna með það, þú veist, það er bara svo fljótt að fara út í quick fix eitthvað. Og það tala markaðsvæðingu vandamálana. Og það hefur verið lengi og það er alveg bara að tala það veist, upp úr 80 þá átta menn sá því að það eru miklu peningar í óheilbrigði miklu minni peningar í heilbrigði og þá er ég ekki að segja að því að það má líka ekki taka, þú veist, það er fullt af fólki sem notar lyf sem að gera svona bjarga lífið þess, geðlyf, ADHD-lyf, þunglyndislyf, kvíðalyf og allt þetta, þú veist, það má ekki alltaf. Þú veist, ef maður minnist á þetta þá fær allir í einhvern veginn svona mikla vörn og segir þú ert bara að tala niður og þú koma að lyfjaskömm hjá fólki. Það snýst ekki um það. Það snýst um það að maður horfi á hlutina og þú veist, sjáu hvernig í rauninni þróunin er og hvort að við séum ekki á rangri leið á einhverju leiti. Og þá er það bara hvernig samfélagið er búið til og hvernig er að vera barn og hvernig er að vera fullorðinn. Ef það er lyfjaskömm sem ég ef ekki að sé rétt hjá þér að þú heyrir stundum, þá er samt ánægulegt að geta sagt frá því að af því að ég nú spjallaði dálítið margt fólk þessi mál á undangengnum mánuðum og margir viðmælendur ræða hvað lyfin er orðin miklu betri í dag, hvað áhrifin af lyfjunum séu betri og meiri og skilvirkari fólk sem kannski búið að vera með geðsjúkdóm áratugum saman það getur alveg bara sagt söguna því hvernig til dæmis geðlyf í gamla daga gerðu fólk þungt og svolítið lamað en svo breyta þær einhvern veginn koktelunum með nýrri tækni þannig að fólk lifir bærilegra lífi þannig að á sama tíma og maður vill ekki eiga allt undir lyfjafyrirtækjunum, þá hafa þau gert gott mót. Algjörlega og þú veist, og það er, þú veist, geðrofslyf og fleira eru miklu betri en þau voru. Það er hins vegar, sko, það verður samt að vita, sko, maður að muna það, að geðlyfja bransinn, hann veltir 110.000 milljörðum á ári í heiminum. Það er bara, þú veist, þetta eru lyfjafyrirtæki og vopnaframleiðendur eru mjög sko góðir og góð svona í því að stýra heiminum sko, þá ég við að Bandaríkjaforsetar er yfirleitt ekki eitthvað mjög krost við það að gengi sko, það er ekki nema Robert Kennedy sem er að móti bólusetningum einhverju slíku, en þetta það er að muna að þetta er svona, þetta er ekki bara einhverjir góðir gæjar sko, sem að Oxycontin og allt þetta þetta eru hluti sem að koma þaðan því það er hagnaður og þetta eru hluthafar og þetta er arður og þetta allt saman en að móti þá er það alveg rétt hjá þér að það er bara fullt af fólki sem á núna líf af því að það fekk líf og lífin urðu betri og eins og ég sagði áðan og bara við alls konar og líka ADHD-lyfin og allt þetta þó að menn tala faraldur ADHD og eitthvað slíkt að þá er mikið af fólki sem að þú veist eins og þetta samfélagi skrúa saman að þá er mjög erfitt að einhvern veginn að fara í gegnum það eða þú ert með flókið ADHD og bara veist, að því þetta er svo ákveðin braut sem þú þarft að fylgja sko. Já. Ég ætla að ræða við þig eftir sérstaklega geðheilsu ungs fólks en höldum áfram með þessa könnun. Þú ert búin að segja okkur að það sé jákvæðara viðhorf gagnvart geðklofa, fordómar séu minni núna. Hvað með þunglindi? Já, þunglindi er orðið, það er það svona, við mældum líka til dæmis ADHD í síðustu og það, að því það var mælt 2006 að það er orðið núna bara orðið í rauninni það minni, við erum með svona benchmark sem er svona daily troubles bara það er svona, þú veist, viðmiðunni bara svona fólk sem að því það er ákveðið fólk sem að til þess að ná bara þeim út sem að þola bara almennt ekki fólk sko, það er alltaf einhverjir ADHD var þannig að það var í rauninni mældist oft bara minni fordóma gagnvart ADHD einstakling heldur en einstakling sem að
var með svona Daily Troubles sem að segir okkur þannig að við tókum það út og erum ekki að skoða það meir sem gott að því leyti að það hún accepterað en að samaskapi getur að verið þannig að við erum búin að gleypa hugmyndafræði einhvers en ég ætla ekki að fara út í það til ADHD spurði Snorri Másson þegar ég tók við hann við telefyrir Já, ég alveg vissum að það til ADHD það alveg á hreinu en það bara spurning sko hvort að við séum svona mörg sem að þjáumst að því sko. Já, það segir líka geðlæknirinn Ólafur sem hefur verið hérna með mér í þáttum en hins vegar einkenni, þú veist, við erum í samfélagi sem þannig skrúað saman að það kannski bara það bara, við erum ekkit veist, það ákveðin svona það bara kakvart öllum, bara hvernig hendar þér að lifa þessu lífi og hendar kannski ekki að lifa þessu lífi svona, þessi hraði og þessi vitleysa sem hérna út allt veist, bara blammera með einhverju rugli alla daga en kakvart tunglindinu líka, það við búum að draga mjög mikið úr fordómum en það ennþá, þú veist, ótti vill ekki giftast, það mörg sem að vilja ekki að einhver sem nákominn giftist einhverjum sem með einhver þunglindiseinkenni eða eitthvað slíkt sko og þannig að það komið neðar en svona það alltaf þetta sem að hlutni verða flóknari og við mældum sem sagt þú veist, það ein breyta sem ég ætla ekki að tala hér núna því að það þetta mánuð sem að við munum ræða það og það er afbrotinn það sem sagt hvernig það samansett og hvernig fólk lítur einstaklinga sem er á þeim stað og við kannski, við höfum þetta í þessari könnuna því við vitum það að mjög mörg sem að brjóta af sér eru í rauninni, þetta einkenni þeirra geðvanda sko bara þú ert komin í jaðarsettur hópur fíknin hérna líka stór hluti þeirra sem eru allir þessir útlendingar sem verið að tala hér að sé í fangelsum á Íslandi til dæmis að það er fólk sem er hér að flytja inn kókaín fyrir okkur fína fólkið sko og erlendu bergi brotið og situr þá í gæsluvarðhaldi síðan eru kannski einhverjir sem íslenski karlmenn sem hafa lamið einhverja konur og gert ýmislegt komast ekki í þessi fangelsa því þau eru full af þessu fólki og einhverjum sem eru hér í að bíða þetta brottvísun þannig að það er margt í þessu með þessa hluti og hvernig fólk kemst í þessa stöðu sem það er komið í en varðandi svona fíknar hlutan og þú veist, geðklofa hlutan og þungleitis hlutan sem við erum búin að birta að þá er alveg ljóst að þrátt fyrir að hlutin eru betri og það er jákvætt gafkvært geðklófunu sérstaklega að þá erum við ennþá á þeim stað að við lítum á einstaklinga sem eru í vanda og eru með þessi einkenni að það er einhvern veginn, við viljum hafa þá not in my backyard það er því miður þannig eins og kom berlega í ljós í sambandi við kaffistofu Samhjálpar sem á Grensásvegi sko, sem áttu að opna þar það bara börnin, þau labba og hvað með það börnin labba framhjá er einhver sama sem merki á milli þess maður geti alltaf sagt ekki labba framhjá Laugardalsvelli því það eru einhverjir fótboltamenn sem hafa einhver tíma gert sekir það að vera vondi við konur skilur þú veist auðvitað er ekkit hættulegt að labba fram hjá Laugardalsvellinum frekar en að labba fram hjá kaffistofu Samhjálpar það er ekkit bara eitthvað fólk sem kemur og ræðist á börn eða mun einhvern veginn þetta er bara því við erum hrædd og óttaslegin og það er út af einmitt hvernig við bara málum hlutina á vegginn unga fólkið maður hefur svona lesið skýrslur og séð tölfræði það að það er eins og að ungu fólki líði ekki eins vel eins og áður og við náttúrulega hefum ýmsar skýringar á því þetta er náttúrulega einu þeirra það er sítengingin skortur og hvíld svona 24/7 áreiti og allt það tæknibreytingar, menningarbreytingar ég veit ekki hvað vegur þyngst en þið hjá Geðhjálp finnur þú það í þínu starfi að
vandi ungra Íslendinga sé aukin að hafa breyst með einhverjum hætti? Já, við náttúrulega höfum líka fylgst svolítið með þessu, við kallum það geðheilsu vísar og þú veist, þeir eru opinberir mjög víða, þú veist, við fáum kannarinn ofbeldi og við getum opnað bara að færa inn á lyfjagagnagrunn landlæknis, þar sjáum við, þú veist, geðlyfjanotkun og allt þetta hefur aukist mjög. Geðlyfjanotkun hefur aukist gríðarlega bara á 10 árum, geðlyfjanotkun ungs fólks. Og ofbeldi og áhættu hegðun sem er nú búið að koma í síðustu 2 ár hafa verið að birta niðurstöðu bæði lögreglan og barnaverndarstofa og þar ofbeldi hefur sko margfaldast, ofbeldistilkynningar til barnaverndar, alvarlegt ofbeldi og þetta allt saman birtingamynd á einhverju. Það ekki þar með sagt að öllum líði illa, öllum ungmennum og eitthvað slíkt, en hins vegar jaðarsettasti hópurinn, honum líður greinlega mjög illa. Það líka alveg ljóst að þegar við erum komin til eins og í stúlkur að sko það því miður ekki hægt að sko brjóta það betur niður en að taka 6-17 ára 6-17 ára stúlkur að rúmlega 8% að taka þunglyndislyf. Og við vitum það að yngri en 10 ára ekki mikið að þar eru fáir, það eru önnur könnun sem segir að 3,7% stúlknu á aldrinu 0 til 14 ára taka þunglyndislyf, það samnorræn könnun, þá vitum við það þá og ef 8% sem maður sér, þá vitum við það að það stærri hópur unglingsstúlkna og ég held að hann sé í kring 20%. Já, 1 af hverjum 5. 1 af hverjum 5. Og svo þegar við förum upp í 18-44 ára, þá það 25%. Já. Og það segir okkur að það allavega eitthvað sem við þurfum til, það þurfa eitthvað við þessu. Það margt. Það líka þessi svona, þú veist, það auðvitað tilgangsleysi einhverju leyti, það allt þetta sem þú búin að nefna, en líka þessi bara svona þessi svona hraði á lausn þú veist, mér líður ekki vel og þú veist, og ég ekki að segja að það ekki að bregðast við því það bara samtal sem maður þarf að eiga oft það kannski ég vantar það vantar þetta samtal, það bara kannski gervigreind sem þú tala við eða eitthvað, þú leitar, googlar þetta þú googlar eitthvað svartan blett á bakinu þeirra þá ertu komið með sko krabbameinjabel sko. Það bara ekki gott alltaf þetta leita, lausna annar staðar en í sjálfum sér en þá má heldur ekki, svo þetta því bent að þá erum við að tala niður alvarlegan vanda, megum þú alls ekki en það þetta samtal sem skiptir þetta í mestu máli, þú finnir og áttir þig á tilgangnum en hann þetta þú veist í samfélagi það sem að við einhvern veginn einangrum okkur meira frá samskiptum við leggjum mikla áherslu á það að koma börnum á leikskóla helst 6 mánaða og við leggjum áherslu á það að koma fólki sem 60 ára í 60 plus húsnæði allt einhvern veginn einhver hugmynd sem aðgreinandi en ekki saminandi og þetta að mínum mati einn af þessum hlutum sem að vera gott að rannsaka betur og þetta eru margir háskólar í heiminum að skoða þessa þætti en þetta mér finnst þetta einhvern veginn svona blaseiginlega við, þetta bara svona common sense, við vorum ekki búin til þess að vera í svona stanslauslu tengslarófi sko. Nei, og svo erum við alltaf að tala um sko hvort það sé vel þrifið í þessu stofnanaumhverfi eins og það sé alfa og omega maturinn, hann nógu góður þetta eru þetta þýðingamikli þættir en þetta ekki það stærsta. Nei, þetta þú veist, bara samvera þú veist, umhyggja, mildi umböralendi, þú veist, þegar við einhvern veginn við erum bara einhvern veginn alltaf að berjast fyrir röngum þáttum að mínu mati, þú veist, það einhvern veginn að foreldrar í ráðhúsinu að berjast fyrir því að koma börnunum að einhvers staðar
ég skilði það því að þetta þú veist, við höfum verið þar og við þekkjum þetta bara, þú getur ekkert lifað af en í staðins að berjast fyrir því að bara þú geti lifað af án þess að þurfa að vera í vinnunni í 9 tíma á hverjum einasta degi meðan þú átt í rauninni að vera að sinna kannski því sem mikilvægast. Ég man alveg, það ekkert mjög langt síðan að ég heyrði það fólki sem kaus sjálft að vera heima hjá börnunum sínum og þá var kannski eða þá var semst makinn sá sem var útivennandi, hann var bara með góða tekjur og fólki þurfti ekki að vera þurfti ekki 2 fyrirvinnur og ég man bara í mínu hjarta þá urðu bara fordómar hvaða djöfusis rugl þetta, akkur hann eða hún heima Nei, þú veist, það ekki að því börn, þú veist, við hefum heldur ekki að tala það niður, það alls konar fólk sem bara í þeirri stöðu, það ekki séns það ekki bara vinnandi vegur en við þurfum hins vegar að fara að vinna að því að koma því þannig að þú getur að minnsta kosti, það sé möguleiki og auðvitað líka þú veist, neysla okkar og brjálæði og að það eru mikið af fólki sem geti gert hlutina allt öðruvísi, það hefur þannig tekjur en það eru sumir sem hafa bara alls ekki þannig tekjur, það bara mjög stór hópur ég meina, Eflingar starfsfólk meira og minna sem hafa bara ekki breyk í það að vera að fara einhvern veginn að gera þetta en þú veist, þetta held ég svona atriði sem við þurfum að skoða bara vestræni heimur, hvernig ætlum við að komast út úr þessu tengslarofi sem við erum í bara alla daga og þessu síreiti einhvers tilgangsleysi sko. Stundum það svona að hafa smá húmor í málsgreinunum þetta sem skilar okkur áfram dettur í huga Brynhildur Guðjónsdóttir leikari sem var hér í helgispjalli hún sagði svona pínlítið kímin en auðvitað bara með mikinn brotta alvöru í því að við varum farin að líta það sem ánægulega og kyrrláta kvöldstund þegar 4 einstaklingar í sama herbyggi, pappinn, mamman og börnin 2 eru bara sitja öll saman með símana sína. Já, það bara mjög algengt og svo þetta líka svo erfitt að þetta svo patroníserandi að sitja einhvers staðar og segja fólki hvað ég að gera. En við þurfum bara að finna þetta hjá sjálfum okkur, það eina leiðin og það ekki endilega borgaryfirvöld eða bæjarstjórinn í Hafnarfirði eða ríkisstjórnin sem breytir þessu. Nei. Það bara ég sjálf og sjálfur bara hér. Hvað get ég gert til þess í rauninni að draga úr þessum einkennum þessa í rauninni sílikondalsins. Það bara mjög mikilvægt að huga að því. Já. Og fara í einhvers konar bara svona að setja sig þeir nú alltaf að tala leiða í jörð það alveg hræðilegt hræðar svo vegferð þetta ömurlegir frasar þeir eru vegferð að leiða hér í jörð en það þarf að jarðtengjast ekki gleyma það fer ekki saman hljóð og mynd nei, það ekki saman hljóð og mynd það alveg ljóst þetta alveg ömurlegir frasar en Grímur svo sko annað meira tengt ungu fólki heldur en öðrum þjóðfélagshópum að maður finnur það svolítið svona í umhverfinu og í félagslífi sem ég sinni að sko það eru allmargir sem finnst að við höfum gengið of langt í því að sjúkdómsgera bara fílu og leiða og eitthvað svona lífið sé alls konar og hefur eitthvað það að segja að sko getur verið að stundum sé pínlítið erfitt að vera þú og fara fyrir þínu samtökum og ræða tala málið þinna skjólstæðinga þegar það verður kannski svona blöndun á milli atriða sem að eru ekki sjúkdómar og svo aftur mjög alvarlegra sjúkdóma þar sem að fólk sannarlega hefur lítið rými til þess að takast á við skilurðu hvað ég á við? Já, og það sko við þetta förum við sem að vorum alin upp þarna og svona 8. áratugnum og þá var þú veist, það var einhvern veginn svona hands off algjörlega, það var bara þú
þú labbaði bara í gegnum allt og það, þú veist, þú fórst og spilaði körfuboltaleik eða eitthvað og það kom aldrei nokkuð maður að horfa á því, skilur, sem tengdist þér, sko. Og það var einhvern veginn svona, þetta var miklu meira svona sjálfala samfélag og eitthvað svona streetwise sem að mjög mörg fóru illa út úr. Það verður að muna það var ekki dásend, þetta var alveg fáránlegt, þetta var bara svona, svo varst í sveit í 3 mánuði á hverju sumri einhverstaðar bara og það vissi enginn hvað gerðist og það var ekkert og börn tala ekkert um það, svo verður bara skrifum það kannski bækur, þú veist, 30 árum síðar eða eitthvað slíkt, sko. Og eða einhverju kveikstættir og fleira. Þetta var samfélagið. En svo breyttist það, við sem á gengum þessa götu við einhvern veginn ætluðu nú ekki gera þetta, það ekki endurtaka mistök fortíðarinnar og það var bara, þú veist, það er bara curling kynslóðin hérna bara, við bara, sem að sko má ekki gleyma að margt að því mjög gott, það er margt að því að bara vera í kringum börnin sín, sinna börnunum sínum, hafa áhuga þeim, en auðvitað tekur þetta fyrir þetta síðan í einhvern svona, þú veist, gengur aðeins langt. Já, og þú veist, svarið kannski hefði mátt ofta vera að fá þér vatn, skilur og í staðins að grípa, fara, hlaup eitthvað og eitthvað og þú veist, alltaf eitthvað bara minnsti magaverkur eða eitthvað, bara óttin eitthvað. Þetta verður, það alveg rétt og þú veist, og kvíði, þunglind, allt þetta sem ég var að tala þetta einhvern veginn. Krakkar nota ég með hérna áfallastreitu. Þú veist, eitthvað, segja einhver, þetta verður svona eins og bara svona orðin, þau missa í rauninni algjört vægi. Ég þunglindur, ég kvíðinn, þú ert ekkert kvíðinn. Ég held þessi hátt í 2000 börn sem fara ekki í skólan. Já, það er bara þannig, það á annað 1000. Já, annað 1000, já. Og það búið að vera þannig en sko skólaforðun ekki bara út af því að börnin fara ekki í skólana í en vilja, þau vil ekki fyrir skólan. Þetta líka, það bara verið að fara til Kanaríeyja, það verið að fara á skíðaferð og ýmislegt annað. Þetta allt saman streituvaldandi líka. Öll þessi, þetta og það alveg, þú veist, þetta ekki bara fólk sem jaðarsett, þar heldur líka bara þau sem bara eiga allt, þá verður tilgangsleysið algjört, þú veist, einhvern veginn, því það alltaf jól og þá verður aldrei jól. Og þetta allt svona hlut í birtingamynd sem við þurfum alveg að taka með inn í myndina, en við meðum ekki gleyma því að þó að eitthvað verði byrjið þannig að hérna, það einhvern veginn bara einhver misskilningur í höfðinu að þú veist, að því að þú heyrir henni, þér líður ekki allt í einu bara að þú stoppar festivalið í smá stund og þá líður mann ekki vel og þá skilgreinir með það sem einhvers konar vandamál en það kannski ekki meira vandamál en það að bara þetta, maður bara svo sjaldan sem maður fær tækifæri til þess að leiðast og það mikilvægt að einhvern veginn að skilja það að lífið brekka og það dalir og alls konar en það eru líka tindar og ná því að það bara eðlilegt líf en það ekki þannig sagt að þegar þú upplifir eitthvað að það sé ekki raunverulegt. Einmitt. Ef þér leiðist aldrei ef það verður aldrei þreyttur ef það verður aldrei þyrstur aldrei svangur þá til dæmis tilfinningin að hlakka til eyðir maður henni ekki líka, sko. Jú, og þetta eru þessir þættir sem svona þetta bara svona heimspeki, uppeldis heimspeki sem í rauninni við skiljum held ég öll að þetta og ég held að öll, en við bara það svo þú veist eins og við skoðum samanburðin á þessu samfélagi, þú veist að hvernig var þetta á 18. öld og hvernig þetta var á 19. öld og hvernig þetta var á 20. öld og hvernig þetta í dag að það sjáum við bara þegar við í rauninni tilgangurinn fyrir 150 áru var bara að lifa af það var þú veist, og hafa bara mjög góður tilgangur greinilega, það var og við sjáum þetta oft í rannsóknum í samfélögum þar sem kannski mikil fátækt og hungursneyð og fleira, þá virðist alls konar svona geðeinkenni bara vera öðru vísi og ég ekki að gera lítið úr því að hræðilegt, þetta þú veist, ímyndaður allt trámað sem verður fyrir þegar þú bara missir annarkvært barn eða eins og í Vestmanni tíma það bara var 1 af hverjum 10 sem lifði. Þannig var það hérna rétt fyrir 1850 í Vestmanni. Og þá einhvern veginn, þú veist, en við samt sem á tilgangurinn var að lifa af og við vissum þennan tilgang. Í dag þetta orðin svo óljós tilgangur, sko. Þú veist, fyrir vinnuna og maður kannski finnur bara einhvern veginn,
ég ekki að gera neitt hérna, akkur fæ ég laun það er alls konar svona hugmyndir, tilgangsleysið er orðið svo yfirþyrmandi og sjálfvirknin svo mikil þetta fyrir þetta niður í börnin og okkur öll sko. Rétt í lokin, Grímur, kannski myrkasti hluti svona umræðu sjálfsvíg Íslendinga og þar að veru ungir Íslendingar nokkuð ráðandi stærð. Hafa þín samtök eða eru til einhverjar rannsóknir á því hvað það öðru fremur sem hrekur fólk út í sjálfsvíg? Það er nú ekki, þetta er nú ekki auðvelt að segja sko. Það eru margir þættir og margt sem gerist. Þetta er svona þessi loka birtingamynd á einhverjum vanda og það er nú komið svona, það var samþykkt í þinginu að reyna að rannsaka orsaka þætti sjálfsvíga sem er gott. Hins vegar að þá þegar allt þetta sem ég er búin að vera að tala hérna, að það einhvern veginn, að því að þeir tala tilgangsleysi, að við skoðum samaburð og ég gerði það nú sjálfur í verkefni sem ég var að vinna á öðrum vettvangi og þá skoðaði ég sjálfsvíg aftur í tímann og skoðaði sem hlutdeild af dauðsföllum og það er núna skilur og þá þegar maður sko ég leiðrétti það líka aftur í tímann því að við tökum 1900 erfitt að sjá hlutfell af dauðsföllum því að það dóu svo margir úr alls konar pestum og miklu hærri barnadauð og annað þannig að þá líta tölurnar miklu verr út af því að það deyja til dælu að fáir ungir Íslendingar almennt en þetta sko orðin alveg stór þáttur dánarorsaka ungs fólks eru sjálfsvíg og lyfjaeitranir tekur 18 til 29 ára þá þetta bara orðið samanlagt 70% þeirra sem deyja þau deyja úr sjálfsvígi eða of stórum skammti og ferða aðeins yngri að það er unglingarnir eða svona 11 til 18 ára þá er þetta bara dálítið stór þáttur sko, getur verið 20%, þetta er bara svo fá að það er erfitt að segja það, það getur verið 40% eitt árið og svo bara 10% hitt að þetta eru svo fáir sem deyja en til samaburðar þá var þetta bara mikró fyrir 100 árum og það var ekki bara út af því að það var ekki skráð, þetta var alveg skráð en þetta er samt einhvers konar Hafa aldrei fleiri tekið sitt í líf en núna? Jú, það var hræðilegt held ég ára 2000 var það mist bara mjög slæmt. En þetta eru samt svona, þetta er svona nokkuð stöðugt en þú veist, það er alltaf talað þetta er mjög slæmt núna en við þurfum bara að bíða eftir tölum og það þýðir ekkert að segja eitthvað bara sem heldur. Þetta er bara til þess að sko hluta af þessu, þetta er allt saman einkenni, þetta eru bara, ef við tökum svona geðheilsuvísa, þú veist að taka geðlyf, það aukast, ofbeldi aukast, sjálfsvíg, hvernig það? Þetta eru svona bara, þetta eru mælikvarðar á einhvers konar, þetta er svona barómeter á geðheilsu og það er alveg ljóst að við erum einhvers staðar ekki á réttum stað með okkar vestræna samfélag held ég almennt, en Íslendingar eru náttúrulega líka hérna í myrkrinu og fleira, þannig að sjálfsvíg eru hærri hér heldur en í ýmsum suðrænum löndum en svona Skandinavía, Finnar og við og svo Eystrasaltsríkin kom ekki sérstaklega vel út, þau eru endar miklu verri, sérstaklega Litáin heldur en við. Já. Að þú myndist á nattstöðu okkar, það kom mér pínlítið óvart þegar Ólafur Örn Ævarsson geðlæknir sagði að geðheilsa landsmanna væri verri að vori heldur en í svartasta skammdeginu. Það er ekki það ég ætla að fara að finna út úr því hvers vegna en ég held ég ímyndi mér það þegar maður oft þegar ljósið að nálgast sko að þá er maður bara svolítið búin á því þetta er náttúrulega langt sko og þetta verður líka eins og núna við erum búin að vera í veturinn svona nú ætti að koma birta þá kemur helvítis páskarhetið enn eina ferðina og stendur yfir allt og lengi skilur það var hérna kannski 10-15 stegi hitt í janúar og svo fáum við þetta núna en þetta er svona þetta er svo hérna ljóðið í Svíþjóð var nú ljóðið það var sko janúar, febrúar, mars, apríl, mæ, júni, júli, ágúst, september, október, november
Nóvember. Hér er þetta svona svo til mars eða febrúar. Það er bara þreyja þorran. Einmitt. Herðu, gott að skilja við þig á jákvæðum og léttum nótum, Grímur. Takk fyrir að deila vitneskju þinni fordóma og við höfum farið víðan völl eins og oft er. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, það er nýr kafli eftir andartak ekki frá langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.